Þá nú komið að síðasta lið í dagskrá, lið númer 16 og það ráðningarsamningur bæjarstjóra á tímabilinu 2026 til 2030 og ráðningarsamningur við Berglindi Ósk Guðmundsdóttur bæjarstjóra Akureyrarbæjar hér lagður fram til staðfestingar í samræmi við aðra málsgrein 49. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar. Orðið laust ef einhver óskar að taka til máls og það endilega, það Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Ég ætlaði bara að vekja athygli á vanhæfi mínu undir þessum lið. Óska eftir því að greiðum atkvæði það. Við berum það þá upp til atkvæðagreiðslu vanhæfi Berglindar Óskar Guðmundsdóttur og þau sem geta gefið merki og samþykkt það. Það öll greidd atkvæði með því og þá kalla ég inn varamann sem Arna Rut, nú verðið að hjálpa mér, Gunnarsdóttir. Takk fyrir það. En orðið laust ef einhver vill tjá sig þennan ráðningarsamning og það bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson hefur hvað sér hlós. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég gleymdist nú að biðjast velvirðingar á röddinni í upphafi máls áðan. Ég vona að ég geti komist klakklaust í gegnum þetta en þið afsakið ef mér svelgist eitthvað á liðinni. En það ég þurfti að játa mig sigraðan fyrir nokkrum dögum en nú allur að koma tilbaka þegar kemur að heilsunni. En forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar, hér hefur verið lagður fram ráðningarsamningur við bæjarstjóraefni nýs meirihluta Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og L-lista, bæjarfulltrúan Berglindi Ósk Guðmundsdóttur. Og ég komin upp því að við þá ráðstöfun leyfi mér að gera eina eða tvær eða jafnvel 3 athugasemdir. Í fyrsta lagi langar mig að ræða aðeins þá reynslu og þekking og hæfni sem til þarf til að gegna stöðu bæjarstjórans á Akureyri. Því þegar staða bæjarstjóra var auglýst síðast á opinberu vettvangi af 2 af þeim 3 stjórnmálaflokkum sem nú mynda nýja meirihluta voru meðal annars eftirtalandi atriði að finna í menntunar- og hæfniskröfum sem gerðar voru til umsækjanda. Háskólamenntun sem nýtist í starfi, farsæl reynsla af stjórnun og rekstri, þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, þekking og reynsla af stefnumótun, framúrskarandi leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Og áður en ég lengra verið haldið þá stend ég alls ekki hér til að gera lítið úr hæfni, reynslu eða þekkingu bæjarfulltrúans Berglindar Óskar einum og sér, nema síður sé. Berglind Ósk mæta góður bæjarfulltrúi og mun vafa lítið vera farsæl í sínu starfi sem slíkur. En tiltekna staðreyndir sem fyrir liggja reynslu bæjarfulltrúans af fyrri störfum þær liggja fyrir. Og ég held að það sé alveg óhætt að segja að reyndari manneskju til að gegna starfi bæjarstjórans á Akureyri þegar kemur að rekstri, þegar kemur að mannauðsmálum og þegar kemur að stefnumótun og stjórnun vafalaust hægt að finna. Ef eftir því væri sannarlega leitað. Og það tilgangur með þessari ræðu að einhverju leyti að halda á lofti og varpa ljósi á það að með þessari ráðstöfun meirihlutans ekki endilega tryggt að í stól bæjarstjórans á Akureyri setjist hæfasta manneskjan sem völ á. Við vitum það auðvitað ekki, en við erum líka með þessari leið að útiloka það að við munum nokkuð tíman hafa það vitneskju. Í annan stað þá langar mig að ræða þau launakjör sem lagt upp með samningnum sem hérna liggur fyrir. Því að ef hann verður staðfestur hér á eftir, því að ef samningurinn sem fyrir liggur athugaður gaumgæfilega, kemur skýrt í ljós að meirihlutinn leggur til að bæjarstjóra með sannarlega takmarkaða reynslu af sams konar starfi eigi að greiða sannkölluð ofurlaun. Það nefnilega mikilvægt að átta sig á þeim tölum sem liggja baki samningnum, eða með öðrum orðum, þeim tölum sem ekki koma fram í letri þessa samnings. Því að þegar allt kemur til alls, þegar búið að reikna saman 45% stjórnenda álag ofan á föst dagvinnulaun upp á 1.804.000 krónur og með 13,3% orlofsgreiðslu ofan á þetta 45% álag það mánaðarlaun sem meirihlutinn leggur til að greiða bæjarstjóraefni sínu
samtals það bil 2.721.000 krónur á mánuði. Nú ætlum ég að taka vatnsbásu, afsakið. Þessi sama tala síðan tengd við vísitölu launa, samkvæmt ákvæðum samningsins, og skal uppfærð í því samræmi 2 ári. Og í ljósi þess að launavísitala hefur hækkað 4,7% það sem að vera þessu ári og ekki eru aðrar vísbendingar uppi á íslensku vinnumarkaði aðrar en þær að þessi þróun haldi áfram, mun þessi launagreiðsla upp á rúmlega 2,7 milljónir á mánuði taka skarpa stefnu upp á við og það hratt þegar framlíða stundir. Og hér hefur við vitaskuld eftir að taka inn í myndina launatengt gjöld sem þessu uppleggi fylgir og hinn raunverulega kostnað bæjarstjórns vegna ráðningarinnar. En ef einhver fljótlegur og varlegur servéttu útreikningur þess sem hér talar sýnir fram á að heildarkostnaður bæjarsjóðs hver mánaðamót vegna þessa samnings sem hér lagður fram í kringum 3,3 milljónir á mánuði eða það býr 40 milljónir á ári þegar allt saman tekið. Og þess mátti gamans geta að kostnaðarmat fyrir því mikilvæga mál farteymi sérfræðinga inn í grunnskóla bæjarins gerði ráð fyrir það býr 50 milljón krónum í það verkefni á ársgrundvelli. Svona til þess að hafa einhverja stærðir og samanburð upp á borðunum líka. Í þriðja og kannski síðasta lagi langar mig að varpa fram þeirri spurningu hvers vegna var ekki farin svo leið að ráða fyrrum bæjarstjóra áfram. Því í kjölfar þess að meirihlutinn sýndi á sín spil og ákvað að fara þá leið sem við ræðum hér og þá lét fyrrum bæjarstjóri hafa eftir sér kona með samanlagt 16 ára reynslu af farsælum rekstri og stjórnun sveitarfélaga að hún hefði svo sannarlega verið til í að halda áfram störfum ef eftir því hefði verið leitað. Og ég verð að fá að segja að mér þykir enn ekki hafa komið fram svo sómi sé af rök eða ástæði fyrir því að ráða fyrrum bæjarstjóri ekki áfram til að gegna embættinu. Og nú þegar ríkið að setjast í kjölfar sveitarstjórnarkosninga í sveitarfélögum hérna í kringum okkur að teiknast upp frekar skýr mynd. Meira og minna öll sveitarfélögin sem umræðir eru að endurráða sína sveitarstjóra. Það staðan í Hörgárbyggð, það staðan í Dalvíkurbyggð, það staðan í Grýtubakkarhreppi og það staðan í Sólbardstandarhreppi. Eina undantekningin Eyjafjarðarsveit, þar sem sveitarstjórinn gaf hreinlega ekki kost á sér áfram. Og til hvað bragðaði gripið þar? Jú, þar auglýst eftir nýjum sveitarstjóra. En hér okkar ágæta bæ virðist stefnubreyting nýs meirihluta einungis hafa þann tilgang að styðja við ásýndar herferð Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og ég hef bara fyrir mína parta ekki sérstakan áhuga á þáttöku í því verkefni. Þannig að, ágæti forseti, góði bæjarfulltrúar, með allt það sem áður sagði að leiðarljósi, legg ég hér til, ég geri þá tillögu að þessi ráðningarsamningur sem hér lagður fram verið dreginn tilbaka og að bæjarstjórn ákveði hér að auglýsa stöðu bæjarstjórnans á Akureyri lausa til umsóknar. Tillagan á forminu svohljóðandi: Bæjarstjórn frestar staðfestingu framlags ráðningarsamnings og felur staðgengli bæjarstjóra að auglýsa stöðu bæjarstjórans á Akureyri lausa til umsóknar. Og ég óska þess, forseti bæjarstjórnar, að þessi tillaga verið tekin hér til afgreiðslu eftir því sem þurfa þykir hér á eftir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Þetta vissulega mikil nýbreytni sem hort til síðustu ára að ráða hér pólitískan bæjarstjóra eins og við svona köllum það í daglegu tali. Þetta var nú bara tillaga frá Sjálfstæðisflokknum auðvitað sem kom fljótt upp í okkar meirihluta viðræðum og okkar viðbrögð voru strax góð. Ég hef verið þeirra gæfu aðnjótandi að vinna með Berglindi og treysti henni mjög vel til verka, annars hefði ég aldrei samþykkt þetta. Nú, hvað var það ráðningarsamning? Þá horfðum við til þeirra fordæma sem við höfum sett okkur hér, eða sem sagt fyrri bæjarstjórnir, við að vísu fórum aftur til 2018 þegar við horfðum í við bæjarfulltrúi Svann Óðinsson fengum þetta hlutverk að ganga til samninga. Horfðum til sem sagt fyrri samninga þegar koma að launatölu. Það kemur skýrt fram í okkar sem sagt meirihluta sáttmála sem verður tekin fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi
að við ætlum okkur að sýna ábyrgð og aðhald í rekstri og það var liður í því var að horfa til fyrri launatölu, lægri launatölu en samt sem áður horfa til fyrri samninga og framreikna það síðan. Svo ég deili með ykkur aðferðafræði okkar. Við erum, það eru þetta í samningnum þá innifalin eru inn í þessari launatölu innifaldar allar fundarsetur þar á meðal hér í bæjarstjórn. Þannig að við erum að spara með þessum samningi miðað við síðasta samning 10 milljónir í það minnsta á ári. Og þannig að við fögnum því og við ætlum að halda áfram, eins og ég segi, þetta bara fyrsta skref og við munum kynna önnur skref síðar. Aðeins og ég tali að því að bæjarfulltrúi Sindri ræddi hvernig samningurinn er hengdur við vísitölu launa. Það er ekki alveg rétt. Hér segir, ef ég fæ að lesa upp úr samningi, mánaðarlaun bæjarstjóra að taka breytingum í samræmi við hækkun taxta í reglur launakjör og starfsaðstæður bæjarfulltrúa og nefndamanna hjá Akureyrarbæ. Þar er vissulega talað vísitölu þróun launa, en þetta er eitthvað sem við munum og ætlum að endurskoða allavega að einhverju leyti á þessu tímabili. Þannig að en launakjör bæjarstjóra fylgja þá þessum reglum sem við setjum okkur. Ég held nú kannski að ég láti hér staðar numið, eins og ég segi ítrekka aftur, ég var strax afar sáttur og bjarsýnn með þetta val. Og ég veit að Berglind mun standa sig vel og hún hefur mikinn metnað fyrir þetta sveitafélag. Þannig að ég bara fagna því að við séum að fá unga og öfluga konu sem er reynslu mikil og reynslu mikil á sviði landsmála líka. Þetta mun gagnast okkur vel í þeirri hagsmunabaráttu sem við ætlum hér að reka fyrir bæjarfélagið okkar. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúi Gunnar Má Gunnarsinni kærlega fyrir og færa honum aftur stjórn á fundinum. Já, þá er orðið laust og það er bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við fórum hérna yfir tölur áðan hvernig kosningar fóru og eins og allir sem hér sitja inni vita hvernig það endaði, þá bættu allir við sig fyrir utan 2 flokka sem hafa töpuðu, annars vegar L-listinn sem tapaði manni og hins vegar Framsókn sem tapaði fylgi en hélt sínum 2 mönnum. Þetta leiddi til þess að það voru engar afgerandi kosningar hér. Þær voru frekar flatar og þetta sýndi alls ekki fram á það að hér kæmi pólitískur bæjarstjóri. Bara langur vegur frá því. Og við meðumst við vera að fara langt aftur í tíma með því að taka svona uppeyju í bæjarmálunum hér. Við skulum líka rifja það eins upp að það voru Framsókn, Samfylking og L-listi sem réðu Ásthildi á sínu tíma. Og þá var hún ráðin hér sem faglegur og ópólitískur bæjarstjóri fyrir alla flokka sem hér sitja inni. Og hún hefur staðið sér mjög vel í því hlutverki. Reynst okkur afar vel og það er mjög sérstakt að sjá svo hana reknaði hérna í burtu þegar að sömu 2 flokkar L-listi og Framsókn sem réðan inn og Sjálfstæðisflokkurinn og hún er sjálfstæðiskona að þau skuli fara þessa vegferð. Mér finnst það afar sorglegt og ekki góð byrjun hjá þessum meirihluta. Ég vil bara segja alveg eins og er. Það er ekki verið að ráða núna bæjarstjóra fyrir Akureyringa eða fyrir okkur hér alla flokkana. Það er númer 1, 2 og 3 verið að ráða bæjarstjóra fyrir meirihlutan eða jafnvel bara Sjálfstæðisflokkin.
sem afar einkennilegt í jafn stóru bæjarfélagi og við sitjum í. Oddviti Framsóknar hafði nú orð á því í kosningabaráttunni, hún vildi láta auglýsa eftir bæjarstjóra. Hvað gerir svo þegar þið fara að setjast og fara að skipta á titlum hér inni? Hún hverfur strax frá því, svo Framsóknarflokkurinn fái forseta bæjarstjórnar, af því annars hefur þau ekki fengið neitt stórt embætti. Þetta orðið mjög dapurt þegar þetta fara að snúast bitlinga, en ekki hagsmuni Akureyringa. Það búið að fara hér í gegnum það upp í pontu og þá er ég ekkert að halla á bæjarstjóran sem hefur verið að tala að ráða hér í starf. En það alveg ljóst að hún ekki með reynslu af mannaforráði. Hún ekki með reynslu að reka fyrirtæki. Þetta stærsta fyrirtæki bæjarins með á milli 1800 og 2000 starfsmenn. Og það skiptir alveg gríðalegu máli að starfsfólki líði vel hjá okkur. Og það á ekki að lifa einhverju óvissu við það að hér taki einhver við sem að hefur aldrei verið í þessari stöðu áður. Við hljótum að eiga vanda til verka þegar að ráða hæstráðanda hér í bænum. Og mér finnst bara meirihlutanum hafa orðið mjög mikið á þarna strax í byrjun. Og mér finnst eiginlega sorglegt að þetta skuli fara svona í ljósi þess að þið höfðu fullt af góðu fólki til að ráðleggja ykkur. En virðist ekki á að hlusta á það eða það hefur bara ekki verið til staðar fyrir ykkur. En það fer ekkert á milli mála að hér að taka við óreyndir fulltrúar við bænum og þeim hefði ekkert veitt að því að vera með allavega bæjarstjóran reyndan til að leiðbeina ykkur allavega fyrstu 2 árin inn í næstu 4 ár. En ekki henda öllu frá ykkur. Sko, ég held að verið erfitt að fá ykkur til að snúa við í þessu dæmi, ég held að það sé kannski vita vonlaust, en ég trú ekki öðru en þið séu með smá óbræði munni að fara svona leið. Bæjarfulltrúi Gunnar nefnir hérna áðan manneskju með fullt af reynslu. Það ekki reynsla og reynsla ekki það sama. Það engin reynsla fyrir okkur hér í bæjarstjórn að vera með eitthvað sem að sat á alþingi. Það segir bara ekki neitt. Við horfum nú á Jón Gnarr borgarstjóra. Jesús Kristur myndu vilja fá hann hingað. Sko, það ekkert samhengi þarna á milli. Og ég skal bara fara yfir smá dæmi. Af því að það kemur líka fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars Más. Að hún beri Akureyri mikinn hag í brjósti sér. Ég veit ekki betur en það að allir flokkar börðust hér saman á þar síðasta kjörtímabili fyrir því að halda fangelsinu hér á Akureyri og lögðu sig í líma við það með frábært fangelsi, frábært starfsfólk. Ekki kom ein ræða frá alþingismannum Berglindi þar til að hjálpa okkur. Þar var hún í klapplega Áslaugar Örnu og saði ekki orð til að hjálpa okkur. Hvernig eigum við svo, ég tala ekki minnihlutin, að treysta því eða yfir höfuð bara fólk hér á Akureyri að hún muni berjast með kjafti og klóm fyrir okkur? Þetta sama fólki og kaus hana inn á þing á þeim tíma. Ég ætla ekki að hafa þessi orð mikið lengri hérna núna, en mér finnst þetta svolítið líkt því þegar einhver maður sem hefur nóga peningum langar til að þjálfa eitthvað félagslið, hann hefur enga kunnáttu til þess, en hann kaupir liðið svo hann getur verið þjálfari. Og ég trúi ekki að þið viljið hafa þetta svona eftir að hafa farið í gegnum svona mörg farsal ár hér á Akureyri.
mikla framkvæmdir í gangi, topp rekstur og þið farið í þetta einhverja algjör og óvissu tíma. Mér finnst fólk vera að misnota aðstöðu sína allríkalega og þetta heitir að misnota vald sitt. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, þetta voru ýmis stór orð. Ég ætla nú ekki að svara þeim öllum. Það að sjálfsögðu skipta skoðanir á því hvort sé betra að ráða pólitískan bæjarstjóra eða ekki. Eins og allir sem sitja hér inni, þá átti ég mörg samtöl við bæjarbúa í aðdraganda þessara kosninga og það voru bara skipta skoðanir. Margir vildu sjá pólitískan bæjarstjóra og höfðu fyrir því, eða höfðu ýmsar ástæður fyrir því. Aðrir vildu sjá eitthvað annað. Það ekki góður siður að geta sér til ásetning og hug annara, segi ég. En ég les nú líka þannig í orð bæjarfulltrúa Hlyns Jónssonar að hann hafi umhyggju fyrir okkur sem myndum þennan meirihluta. Hann að reyna að ráða okkur hér heilt ráð. Ég þakka fyrir það en við erum ekki sammála. Og þar við situr. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarssoni kærlega fyrir og færa honum aftur stjórn á fundinum. Nú, ég sé hér hver var fyrstur, það bæjarfulltrúi Anna Salome sem hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að snúa mér aðeins að þessum ráðningarsamningi og varðandi í lið 2 stendur að föst dagvinnulaun bæjarstjóra skulu vera 1.804.114 krónur á mánuði. Mánaðarlaun bæjarstjóra taka breytingum í samræmi við hækkun taxta í reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ dagsett 25. ágúst 2022 með síðari breytingum. Vitnaði það með leyfi forseta. Þá ég að velta fyrir mér hvaða taxta þá verið að meina í samræmi við hækkun hvaða taxta. Því bæjarfulltrúi Gunnar Már fór hér yfir að það stæði til að breyta þessum reglum reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ. Að því í 1. grein þar stendur með leyfi forseta við með laun fyrir störfi í bæjarstjórn, bæjarráði, ráðum og nefndum skuli nema skilgreindum 100-hluta af viðmiðunarfjárhæð sem krónur 1.286.912 krónur frá 1. janúar 2012. Þá ég bara að velta fyrir mér að því að kannski ég bara með súrefniskort að því að hér ekki gott loft eða bara að velta fyrir mér við að taka mið af þessari viðmiðunarfjárhæð og þá föst dagvinnulaun bæjarstjóra einhver ákveðin prósenta af því 1,3 eða eitthvað og hvernig þau að hugsa þetta og svo finnst mér líka að því að við ræddum hér áðan og bæjarfulltrúi Sindri kom inn á varðandi laun bæjarstjóra að það svolítið erfitt að samþykkja ráðningarsamning sem byggður á forsendum sem eiga að breytast þegar líður á kjörtímabilið. Eða ég skil ekki alveg ég ekki alveg að skilja það. En það svona eina sem ég vildi koma og segja hér. Takk. Já, takk fyrir það. Þá hefur bæjarfulltrúi Anna Salome Ingibergar Jósefsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það. Ég ætla að reyna að svara bæjarfulltrúa Anna Salome Ingibergar Jósefsdóttir. Nei, ef ég kannski svara fyrsta lið, mánaðarlaun bæjarstjóra, þau ekki hér ekki að ræða eitthvað ákveðið hlutfall, það hefur ekki verið í samningum og ekki í þessum samningi og ég hef ekki orðið var við þannig fyrirmyndir heldur annar staðar. Varðandi breyttar forsendur,
Það er að segja sko samningurinn er og verður svona óbreyttur, en bara þannig ég lesi það upp aftur: mánaðarlaun bæjarstjóra taka breytingum í samræmi við hækkun taxta í reglur launakjör og starfsaðstæður, og það eru þessar reglur launakjör og starfsaðstæður bæjarfulltrúa nefndarmanna sem við munum endurskoða. Ég ætla ekki að, við eigum auðvitað eftir að taka umræðu það, þannig að ég ætla ekki að lofa breytingum, en það gæti breyst, en það breytir ekki þessum samningi, en þarna er verið að tala hækkanir, hvort að þær séu tengdar vísitölu og hækki bara sjálfkrafa, eða hvort að við til að mynda fristum slíkar hækkanir í einhvern tíma. Það er svona umræðan sem við munum taka síðan meir, svo ég skýri það aðeins. En eins og ég segi, við ætlum ekki að taka þá umræðu hér og nú. En ég vona að þetta hafi svarað spurningunum. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má Gunnarssyni kærlega fyrir og færa honum aftur stjórnarfundinn. Já. Bæjarfulltrúi Janna Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þannig að þá er ég að skilja þetta sem svo, eins og staðan er í dag, þá erum við að tengja laun bæjarstjóra við launavísitölu. En ástæðan fyrir því að þetta er í raun og veru sett svona inn í samningin er til að sé hægt að frista þessa hækkun launavísitölu sem breytist sjálfkrafa í janúar og júlí. Þá er ég að skilja þetta rétt. Takk. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Janna Salóme lokið máli sínu og orðið laust, og bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson hefur beðið orðið. Já, kæri forseti bæjarstjórnar og aðrir ágæti bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að koma hérna upp aðeins til að kannski snerta á nokkru af því sem framkom í máli forseta bæjarstjórnar hérna í kjölfarið, og ég flutti mína ræðu, en kannski kemur aðeins inn á það sem bæjarfulltrúi Janna Salóme var aðeins að koma inn á hérna áðan. Áður en ég vind mér að því, þá náttúrulega verðum við að hafa það í huga, og það hefur ekki ennþá komið fram, og er mjög mikilvægt að komið fram, að það sem gerðist núna við síðustu bæjarstjórnarkosninga var það að lögfræðingum í bæjarstjórn Akureyrar snarfjölgaði. Þeir fóru úr 0 í 2. Og nú er þannig að ég hlakka til þess að vera settur í það hlutverk ítrekka hérna á kjörtímabilinu, að vera beint til mín, fá alltaf mikrofónin beint í andliti, hvað segið þetta. En þetta kemur kannski ástæð fyrir nefna þetta, og með þennan misefnaða brandara er svo að þetta nefnilega snýr svolítið að því hvernig þessi samningur er uppsettur og þessari tilvísun. Hvernig hann er að taka í raun og veru breytingum frá þeim samningi sem fyrrum bæjarstjóri hafði yfir í þennan samning sem hér er lagður til fram til umræðu, og með þessari, og í staðin fyrir það sem þessi tilvísun beint í launavísitölu er breytt yfir í að vera tilvísun í starfskjarareglurnar okkar. Og ég hafði skilið þetta nákvæmlega eins og Gunnar Már kom fram hérna, en ástæðan fyrir ég kem þérna upp og nefni þetta sem pínu ansvar við erindi bæjarfulltrúans Gunnars Más er svo að, þetta er alveg rétt hjá mér, Það er núna launavísitölu tenging í þessum samningi. Nú ætlum ég að skella hérna ásaki þetta, hringið barnið í mig, að því að við höfum ekki út frá neinu öðru að ganga í gögnum málsins annað en bara þessari tengingu í gildandi reglur sem kveða á þessa launavísitölu hækkun 2 á ári. Þetta var rétt hjá mér, en ég hefði alveg geta verið nákvæmari í mínu máli, alveg svo kannski. Þannig ég og bæjarfulltrúi Gunnar Már skulum sammælast það. Ég hafði rétt fyrir mér en var kannski ekki alveg nákvæmur. Í annan stað langaði mér nú bara það að ítrekka aftur það sem kom fram í máli mínu og kannski bara expandera á það að þessi gagnrýni og umfjöllun mín þessa samning snýr í engu leyti að hæfi bæjarfulltrúans Berglindar Óskar Guðmundsdóttur. Hún er vel hæf. Hún er vel hæf til ýmissa og mjög fjölbreyttra ábyrgða og trúnaðar starfa. Það bara hennar menntun og reynsla og ferill sýnir það. En það sem markmiðið með mínu máli hérna uppi var áðan að benda á það, og eins og bæjarfulltrúi Hlynur kom kannski aðeins inn á í sínu máli líka, var það að við erum ekki alveg endilega að með hæfasta einstaklingin sem hefði verið í boði ef við hefðum farið aðra leið. En ég ætlaði bara að ítreka það. En að því gefnu að meiri hlutin haldi sínu striki hérna sem ég hef mikla trú á að hann geri, sem hann er í fullum rétti til að gera. Þá langaði bara að ljúka máli mínu hérna undir þessum lið til að óska verðandi bæjarstjóra velfarnaðar í störfum frá
mér og bæjarfulltrúa Hönnu Dóru Marksdóttur fulltrúa S-lista og já, og óska okkur bara góðs gengis í flóknum verkefnum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar. Veit til ekki hvar ég á að byrja eftir þessar flottu ræður hjá bæjarfulltrúa Sindra og Hlinn. Smá að sjálfum mér kannski, förum aðeins yfir það. Hér kom ég í bæjarstjórn fyrir 4 mánuðum síðan, kom úr deildarstjórastöðu og þjálfari, tók svo við sem formaður bæjar eftir 1 ár. Ég man bara miklar efasemdir mín störf þá, gjörsamlega nýr í pólitík, búin að vera 1 ár. Og hvað gerði ég? Jú, ég vann alveg ótrúlega mikið, kom mér rosalega hratt inn í hlutina, var að fundi með starfsmönnum nánast hverjum einasta degi og ég get alveg lofað hvað því að þessi starfsmenn nýr bæjarfulltrúi Óðinn og nýr bæjarstjóri eru strax byrjar að vinna alveg að fullu til að koma sér inn í sín störf og mér finnst verið svolítið að vega þeirra starfi í framtíðinu því að ég veit það best sjálfur. Með alvöru vinnu þá er hægt að komast inn í starfið. Auðvitað tekur þetta smá tíma. Hvort það sé 6 mánuðir, 12 mánuðir, jafnvel 1,5 ár. Þá er rosalega mikið að hæfu starfsfólki hér í Ráðhúsinu með mikla reynslu sem kemur fólkin inn í starfið og sem snýst þetta þau sjálf að koma sér inn í starfið eins fljótt og geta. Síðan fórum við nefndirnar, sem við segja áðan, frábært nefndafólk, allt fólk með reynslu. Hér að horfa á bæjarstjórnina, reynslu mikil bæjarstjórn og ég efast ekki að það verður gríðarlega gott og mikið aðhaldi í minnihlutanum þessi 4 ár sem þau gerðu líka síðast. Þannig að mér verð að segja það, jú, að sjálfsögðu er þetta öðruvísi að fá pólitískan bæjarstjóra núna fyrst skipti í mjög langan tíma. Við horfum á mörg bæjarfélög kringum okkur. Það sé sérstaklega kannski á suðurhorninu og þá sérstaklega horfum ég á Árborg sem hún er ekkert með risastóra meirihluta síðast en það er búin að heppnast mjög vel og það er rosalega mörgum bæjarfélögum búin að heppnast vel að vinna náið með pólitískum bæjarstjóra. Ég held líka eftir kosningarnar, þetta er víst bara pólitík. Við fengum 6 með kjörna og erum bara meirihluti. Fundum strax bara góða samvinnu á fyrstu fundum. Sjálfsög gekk síðasti meirihluti mjög vel. Og eins og bæjarfulltrúi Hlynur nefndi, það er ótrúlega margt gott í gangi, mikil uppbygging, fjármálin eru komin á mjög gott ról. Þannig að þessi vinna mun haldi áfram. Hvort það sé mikið hræðsla við að prófa að hafa pólitískan bæjarstjóra, ég veit það ekki. Og síðan verði ég að nefna eitt, þar sem ég vann rosalega náið með fyrirvændi bæjarstjóra, að vinnan hennar, út í að var aðeins nefndina launin og mikið rætt hvort þetta væri launahvísitala og orlofsgreiðslur og allt, þetta er gríðarlega mikil vinna. Og að koma í heimsókn til bæjarstjórans Ásthildi, það var alltaf eitthvað að gera, allan daginn. Þannig að Berglind þarf að koma sér mjög hratt inn í hlutina en varðandi þessi laun, hvað eru sanngjarn laun fyrir gríðarlega miklu vinnu? Við verum að horfa á það, ábyrgð, starfsmannahald, mæta á alla fundi, hagsmunagæsla. Hvernig ætlum við að meta? Við erum að tala bankastjórar með miklu hærri laun og fleira en persónulega finnst mér þetta nokkuð bara nálægt í að vera sanngjarn laun. Við bæjarfulltrúar að fá ágætislaun við sjálf Þannig að jú, það er ekkert að rökra þetta og svoleiðis. Ég held að við ætlum nú að koma með fljótlega kannski tillögu að einhverjum smá breytingum, þannig að það verður gert á næstunni. En allavega ég skil svo sem bæjarfulltrúa Sindra og bæjarfulltrúa Jönu og bæjarfulltrúa Hlinn sem kom með henni upp. Þetta eru fínustu ábendingar og nokkar góða ráðleggingar framhaldið, halda vel í hlutina. En sem fráfarandi formaður bæjarráðs, þá bara hef ég gríðarlega mikla trú á nýjum bæjarfulltrúum og nýjum bæjarstjóra og ég mun sannarlega standa við bakið á þeim og haldi hægri höndun á þeim fyrstu mánuðina, jafnvel fyrsta árið ef þess þarf. Takk fyrir mig.
Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, sko, það má ekki taka þetta þannig að við sem að ráðast á einhvern einstaklinga eða eitthvað svoleiðis. Þetta er númer 1, 2 og 3 það að við viljum ekki að Akureyrarbær sé eitthvað tilraunaverkefni fyrir einhver aðeila. Þetta er bara alltaf stórt batteri til þess. Auðvitað vona ég, að ég veitist nú ekki við í þessu, auðvitað vona ég að Berglindi farni sem vel í þessu starfi. En ég held nú að Heimir hafði aðeins tala gegn betri sannfæringu hérna uppi á þann, vegna þess að hann veit hann manna best sjálfur úr þjálfun, hann myndi aldrei láta allan mannskapin fara á einu bretti. Þú vilt alltaf halda reynslu í öllum liðum, alveg sama hvort það er inn á velli í íþróttum eða einhverstaðar annar staðar. Og það er bara mjög mikilvægt. Þannig að þetta er nú bara svona vinsamleg tilmæli til ykkar, sko, að mér finnst þið að bara hlaupið aðeins á ykkur. Ég held að séu allir, og þið varu örugglega sammálaðir líka þau setjast hérna á fund sem færi aldrei neitt hljóð út úr. Það verður allir sammála því að það hefur verið langt farsalast að halda einhverju reynslu hér inni til að byrja með. Og ekki síst fyrir ykkur í meirihlutanum. Skiptir okkur minna máli í minnihluta. Við getum komið hérna upp og rifið kjaftana slæðið eins og okkur sýnist og þurfum alla að bera ábyrgð á því, sko. En þetta skiptir máli fyrir ykkur. Og ég efast ekkert nýja bæjarfulltrúa þau eftir að standa sér vel. Það, þú veist, við höfum öll komið hérna ný inn og ekki vita hvað snýr upp eða niður hérna inn í þessu húsi eða í því sem við erum að fara að gera. Og það er bara flókið verkefni og tekur langan tíma. Það tekur ekkert einhverja örfáa mánuði. Það tekur bara tíma að setja sig inn í hlutina. Og það er út af því sem ég er að benda á það, að hefði verið svo gott að hafa reynslu til staðar sem við vissi nákvæmlega í hvað verkefni við vorum, hvert þau var að fara, þekkir allt starfsfólkið, leiðir ykkur inn í það og svoleiðis. Það er bara auðvelda ykkur svo ofboðslega mikið að vera ekki að leggja líka á ykkur þetta dæmi. Því að það er alveg nóg að leggja á sig hitt að vera nýr, sko. Og það eru hérna, eins og bæjarfulltrúi Óðinn er að fara í gríðarlega stórt verkefni. Og örugglega alveg nóg stórt til að klippa til að byrja með, sko. Þannig að ég bara benda á það og ég bara vona, og það er alveg verk líka hjá Berglindi að sanna sig fyrir okkur í minnihlutanum og ná okkur í lið með sér og sína á sig bæjarstjóri okkar líka. Það er alveg bara stórt verkefni fyrir hana. Því að eins og þið væntanlega heyrið þá erum við ekkert alveg sátt við þetta. Þannig að það er æri verkefni á henni líka að þurfa að standa sig og sanna sig fyrir okkur og ná okkur borð í sitt lið. En að öðrum kosti náttúrulega óskaði ykkur bara velfarnar og vona að þið klúðrið ekki öllu big time, sko. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og næsti tekur til máls Þórhallur Jónsson. Já, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég byrjaði að óska nýju meirihluta til hamingju með meirihlutan, en ég verð að koma hér upp og lýsa og ánægju minni með þessari ráðningu vegna þess að ég hefði talið farsælla fyrir okkur að halda Ásthildi áfram. Hún kom inn 2018, samanleitt og ég var að byrja í pólitík og hefur staðið sig afskaplega vel, keyrið okkur vel í gegnum COVID og er bara búin að vera mjög farsæll bæjarstjóri fyrir okkur. Reksturinn hefur gengið vel undanfarin ár og hún hefur staðið sig mjög vel. Ég held þið verðið að fyrirgefa með niðurstöðu kosninga, ef þið rýnið í þær, að þá var enginn að kalla eftir pólitískum bæjarstjóra. Þá hefðu við fengið miklu skýrari ábendingu það í úrslitum kosningana. Það var ekki þannig. Þannig að ég held að við séum að gera smá mistök og ég held með fullri virðingu fyrir þeim aðila sem á að ráða hér sem bæjarstjóra að ef að við myndum óska eftir og auglýsa eftir bæjarstjóra fyrir Akureyri að þá er ég ekkert alveg vissum að hún kæmi til greina. Þetta snýst nefnilega það að við erum að reka mjög stórt bæjarfélag, þetta er mjög stórt fyrirtæki og þetta gæti verið alveg rándýrt námskeið sem við erum að bjóða upp á núna.
Þannig að ég skil ekki alveg á hvaða vegferði eru en gangi okkur vel að því að hún þarf að þjóna sem bæjarstjóri fyrir okkur öll og ég bara vona að hún geri það. Ég hef ekki vonað að þið hætti við og farið að auglýsa til bæjarstjóra þó að væri óskandi vissulega. En hérna bara að því sögðu að þá bara óska ég henni velfarnaðar í starfi og ykkur í meirihlutanum. Takk fyrir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Þóroddur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust. Og já, þú mátt aftur. Það er næst ekkur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú aðeins að hrósa ykkur samt fyrir eitt. Af því að datt nú upp í kollin á mér og hefði náttúrulega að gera það fyrr. Það var vel gert hjá okkur að setja Gunnar Örn sem forseta bæjarstjórnar. Ég verð að hrósa ykkur fyrir það. Þetta er ljúfur og góður drengur og ég treyst honum alveg 100% í því starfi. Þó hann hafi ekki verið meirhluta á síðasta kjörtímabilið, þá veit ég að hann hefur komið sér vel inn í hlutina og málin og það mun eflaust hjálpa ykkur mikið að hafa hann í svo stóru hlutverki. Og eins og ég saði hér áðan þá óska ykkur að sjálfsögðu öllum farsældar í starfi og Óðinn sérstaklega þér í mjög stóru og veigamiklu hlutverki. Og þú ert nú með mjög sterkan mann þér við hlið í Dan að kenna þér. Vonandi kennir þér nóg áður en hann hættir. Vonandi hann hætti ekki á þeim tíma sem hann má hætta. En að öðrum kosti vil ég bara enn og aftur óska ykkur öllum til hamingju og vona að þið komist farsællega út úr þessu. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson lokið máli sínu. Ég þakka fyrir hlý orð og hlý orð í minn garð. En orðið er laust. Nú, ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið og þeir sem geta staðfest ráðningarsamningin. Nú, viltu nú við? Já. En það er í bókunum hérna. Það er inn í skjælinu sko. Það er inn í skjælinu. En viltu bera hana upp hérna? Ég gerði grein fyrir henni í ræðinu uppálega sko. Já. Þess að það er þá komið fram tillaga og við berum hana upp fyrst og kjósum og það er tillaga frá bæjarfulltrúa Sindra S. Kristjánsinni. Bæjarstjórn fresta staðfestingu framlags ráðningarsamnings og felur staðgengli bæjarstjóra að auglýsa stöðu bæjarstjórans á Akureyri lausa til umsóknar og þeir sem geta staðfest það gefi merki og á móti og sitja hjá, það er enginn, þannig að það er þá fellt með 5 atkvæðum gegn 6. En þá getum við undir okkur það að kjósa ráðningarsamning og þau sem geta staðfest ráðningarsamningin gefi merki og þau sem er á móti og það er þá, ef enginn situr hjá, þannig að það er samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5. Nú, þá er nú dagskrá tæmt. Það fylgir bókun. Það fylgir bókun. Og þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson beðið orð. Forseti bæjarstjórnar og aðrir ágætu bæjarfulltrúar, ég bið þig forseti að sýna mér ákveðna mildi fyrsta bæjarstjórnarfundi varðandi fundarsköpun ef ég er ekki að fara nákvæmlega samkvæmt bókinni. En hér er sem sagt bókun frá
fulltrúum S-lista, VAF-lista, A-lista og M-lista, svohljóðandi. Hún er hér. Með því að auglýsa ekki stöðu bæjarstjórans og Akureyri lausa til umsóknar er komið í veg fyrir að faglegt hæfnismat fari fram og útilokað að tryggt sé að hæfasta manneskjan sem völ er á veljist til starfsins. Þá skýtur það skökku við að bjóða einstaklingi með takmarkaða reynslu af sama sviði upp á samskonar launakjör og fyrrum bæjarstjóri hafði manneskju með umtalsvert meiri starfsreynslu. Launakjör sem munu kosta bæjarstjóð 40 milljónir króna á ársgrundvelli, upphæð sem jafngildi bróðurpartinum af árlegum kostnaði við brýn verkefni á borð við farteymi inn í grunnskóla Akureyrar. Þar sem meirihlutinn hefur hvorki sýnt fram á málefnaleg rök fyrir því að ráða ekki fyrrum bæjarstjóra til áframhaldandi starfa, né því að fara á svig við faglegt ráðningaferli bæjarstjóra, staðfestu við ekki þennan samning. Fleiri voru þau orð ekki. Já, kærar þakki fyrir það, bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Þá held ég að okkur sé óhætt að halda áfram ef að engin annar biður orðið. Dagskrá er tæmd og eftir taldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 13. og 22. maí 2026. Það er bæjarráð 7. og 21. maí 2026, fræðslu- og lýðheilsuráð 13. maí 2026, skipulagsráð 13. og 27. maí 2026, umhverfis- og mannvirkjaráð 12. maí 2026 og velferðarráð 27. apríl og 11. maí 2026. En þá segi ég nú bara takk fyrir góðan fund, öllsömmur, vegni okkur sem best í okkar störfum fyrir bæjarbúa. Og ég vil náttúrulega sérstaklega taka undir taka undir orð bæjarfulltrúa Hlyns Jónssonar. Ég vil sérstaklega óska nýjum bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið og ég vil auðvitað óska nýjum bæjarstjóra hjartanlega til hamingju. Þetta er krefjandi vettvangur en hann er líka lærdómsríkur og hann er gefandi. Og ég hlakka til að kynnast ykkur og ég hlakka til samstarfsins næstu 4 árin. Og á þeim tíma þá mun gráum hárum fjölga, kollvik munu hækka, ég geti eiginlega lofa ykkur því, en það verður vonandi líka fjörugt hjá okkur á góðum stundum. En með þessu þá slít ég fundi klukkan 17:21. Takk fyrir.